Varmaflutningur þegar varmi flyst á milli staða. Varmi í raun orka bundin í formi hita. Og varmi, hann dreifir sér alls staðar þar sem hann hefur eitthvað möguleika á því. Við erum með 3 gerðir í raun af varmaflutningi. Það varmaleiðing, sem þegar varmi dreifir sér í föstum efnum. Við erum með varmaburð, sem þegar varmi að dreifa sér í vökva eða lofti. Og svo til varmageislun, sem getur farið í gegnum tómarúm, þarf ekki að berast í gegnum eitthvað efni. Ef ég er með eldavél hérna og pott með vatni, þá hitnar eldavélin og potturinn með varmaleiðingu. Hitinn berst hérna upp með pottinum með varmaleiðingu, en síðan berst hitinn yfir í vatnið og vatnið byrjar að hitna hérna upp við pottin. Svo dreifist það vatnið með varmaburði. Vatnið byrjar að gufa upp. Þá fer gufan í kring að hitna og loftið. Það áfram varmaburður, það loft. En allan tíman þetta að gefa frá sér innrauða hitageislun, sem þessi varmageislun. Orkan til dæmis sem kemur frá sólinni dæmi svona varmageislun. Allir hlutir sem hitna, við sjálfum að segja, gefum frá okkur varmageislun. Það sem að hitamyndavélar nema varmageislun.